Ég held að það hafi komið 3 vélar hérna, 3 eða 4 hér á þetta svæði. Og þetta er eina Davíð Brown-vélin sem komið hefur í Svarfaðardal. Þetta er svo eina sinna tegundar sem til á Íslandi. Og það er ein ofan Moldu að mér skilst í heiminum fyrir utan þessa. Þessar vélar þær voru búnar til úr afgöngum eftir seinni heimsstyrjöldina. Þeir segja nú kunningjarnir að ég ætla að verða 130 ára. Ég sé búinn að hlaða það mikið á mig á verkefnum. Ég veit ekki hvort það tekst nú. Við sjáum til. Þetta er þó skárra heldur en að gera við bíla. Það er ekki þetta helvíti spott í drasl. Náttúrulega sögur sko hérna í sundur. Þessar sem eru hér inni fá ekki að fara neitt út sko, nema bara í sól og blíðu. Hún kemur hingað vorið 66. Þetta er svona þáhyggja. Það eru svo margir sem þekkja þetta síðan þeir voru í sveitinni. Já, hann kom sennilega í júní 47, kom í kassa, svona hálfsamsettur held ég. Ef þú vilt fá sambærilegt lakk í styrk, þá er það miklu dýrara heldur en að nota þessa aðferð. Þessi mótor á að geta gengið á bæði steinolíu og bensíni. Nú þyrfti ég eiginlega eignast traktor til þess að geta gert þetta og hitt. Og mér til undrunar, þá sagði hann allavega ekki nei. Ábúðslega liprar og skemmtilega vélar. Og 3600 vélin eins og þessi, þetta er náttúrulega skemmtilegasta vélin segi ég. Síðan stóð hann frá 54,5 þangað til hitti fyrra. Ég fór á Ferguson 165 og sótt hann. Það var eiginlega tengdist þessu mjúka gangi, svona digga, hann stókur. Og hann fekk bara nafni digga. Þetta bæði kostar mikið og tekur mikla tím og mikla þolinmæði. Það þýðir ekki fyrir menn sem hafa lítið þolinmæði í svona hlut. Ef hann reiknað út svona, þá erum við komið verkefni fram yfir 10 rautt, þannig að ég verði ekki að fara að gera eitthvað í þessu sem ég er búinn að safna. Þetta er eitthvað uppmyndið 20 gamlar dráttarvélar sem ég á, sem ég er búinn að safna mér. Og mig dreymir að gera þetta upp